Borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. september. Við göngum til dagskrá og tökum fyrir fyrsta mál Björk Vilhelms vinsalegast. Tillaga framlengingu verkefnis umboðsmann borgarbúa og umræða áfangaskýrslu. Þá tekur fyrst til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Senn eru liðnir 18 mánuðir frá því að umboðsmaður borgarbúa var settur á laggirnar sem tilraunaverkefni, en það mun renna út, það var sett á laggirnar sem 18 mánaða tilraunaverkefni og mun renna út þann 1. nóvember næstkomandi. Hugmyndin var tiltölulega lítið skilgreind þegar hún var fyrst sett fram, enda byggði hún kannski fyrst og fremst á mjög sterkri tilfinningu fyrir þörf sem að þó hafði hvorki verið mæld eða skilgreind, enda varla hægt að mæla þörf fyrir einhverja þjónustu sem ekki til staðar. Tillagan snerist þó að embættið ætti að geta leiðbeint íbúum í samskiptum þeirra við embætti og stofnanir borgarinnar og veitt þeim ráðgjöf rétt sinn. Umboðsmaðurinn átti að vera eins sjálfstæður og aðstæður leyfðu. Auðvitað byggði þetta á reynslu annarra landa og talsverðri þekkingu á stjórnkerfi víðs vegar heim, en hinn raunverulega þörf meðal borgarbúa var ekki vel þekkt, þó tilfinningin væri eins og áður segir fyrir því að hún væri til staðar. Í framhaldinu, eftir að tillagan hafði verið samþykkt, þá var gerð samþykkt fyrir umboðsmanninn þar sem að hlutverkið var nánar skilgreint, en áhrif umboðsmannsins áttu að vera tiltölulega víðtæk og hafa verið það virðist vera. Áhrifin eða verkefni umboðsmannsins eru í rauninni að styrkja tengsl á milli borgarbúa og borgarkerfis, að auðvelda borgarbúum að koma kvörtunum og athugasemdum á framfæri, að stuðla að auknu réttaröryggi borgarbúa, að sjá stjórnsýslu eftirlit og stuðla að umbótum í stjórnsýslunni. Eftir að umboðsmaðurinn hóf störf þá í rauninni voru þetta 4 flokkar mála sem að hann hefur verið að fást við. Það eru mál sem að koma frá einstaklingum, svokölluð einstaklingsmál. Það eru frumkvæðismál þar sem að umboðsmaður hefur tekið að eigin frumkvæði upp mál. Það eru ábendingar frá starfsfólki og svo það fræðsla og ráðgjöf innan og utan kerfis, bæði inn á sviðum en eins á opnum fundum og meðal hagsmunaaðila ýmiss konar. Frá 2. maí 2013 hafa 423 mál verið skráð í málaskrá umboðsmannsins. Langsamlega flest þeirra eru einstaklingsmál, en þó hafa nokkrar ábendingar komið frá starfsfólki, auk þess sem umboðsmaður hefur sinnt fræðslu og ráðgjöf og tekið 21 mál upp að eigin frumkvæði. Það er athyglisvert að karlar leita mun frekar til umboðsmannsins heldur en konur. 53% þeirra mála sem að berast umboðsmanni eru frá körlum, 38% frá konum og 9% frá lögaðilum. Hér gæti auðvitað verið einhverja sveiflu að ræða sem að jafnast út þegar líður á starfstíma embættisins. Það er ungt, en það er þó brýnt að við fylgjumst með og gætum vel að því að þjónustan höfði ekki með einhverjum hætti frekar til annars kynsins heldur en hins. Umboðsmaðurinn á jú að vera fyrir alla borgarbúa, konur og kalla á öllum aldri og við allar aðstæður. Við verðum að vera vakandi fyrir því. Málin varða í raun öll svið og allar skrifstofur borgarinnar, þó langmest áberandi að málin komi inn sem að varða annars vegar umhverfis- og skipulagssvið og hins vegar velferðarsvið. Það eru 162 mál sem að varða þessi 2 svið eða tæplega 40% allra mála sem að umboðsmaður hefur sinnt. Eðli þeirra mála sem að komið hafa inn vegna þessara 2 sviða eru ólík, en það er nokkuð ljóst að á báðum sviðum er verið að bregðast við og vinna að úrbótum til að tryggja bætta þjónustu við borgarbúa. Lyktir mála hjá umboðsmanni eru með ýmsum hætti. Mikill meirihluti málanna snýst bara ráðgjöf eða leiðbeiningu innan kerfisins og það er meira en meirihluti, 55% mála snúast ráðgjöf eða leiðbeiningu. Í 4 tilfella lýkur málinu með leiðréttingu eða skýringu af hálfu borgarinnar gagnvart þeim sem að gerir athugasemd eða leitar til umboðsmannsins. Einhver mál rata fyrir dómstóla og öðrum er vísað frá. Forseti, það er alveg ljóst að skýrslan, svo áfangaskýrsla sem að hér liggur fyrir, sýnir svo ekki verður vilst að þörfin fyrir umboðsmann reyndist vera til staðar. Sú óljósa tilfinning sem að
hugmyndin byggði á, henni hefur verið skipt út fyrir áfangaskýrslu eftir hartnær 18 mánaða vinnu, þar sem við sjáum svart á hvítu hvort og hvernig borgarbúar hafa nýtt sér þjónustuna. Skýrslan sýnir líka að ábendingar borgarbúa hafa gefið sviðum og skrifstofum borgarinnar tilefni til endurskoðunar og umbóta varðandi verklag og málsmeðferð og þannig haft jákvæð áhrif á þjónustu borgarinnar, ekki bara gagnvart þeim sem að leita til umboðsmannsins, heldur líka hinna sem að notfæra sér þjónustu borgarinnar. Almenn sátt virðist ríkja starfsemi, starfshætti og þjónustu umboðsmanns borgarbúa sem að hefur verið veitt á þessum stutta tíma. Hann hefur veitt á 400 manns ráðgjöf. Hann hefur þegar leitt til umbóta á sviðum borgarinnar og eins og ég sagði áðan, fyrst og fremst á umhverfis- og skipulagssviði þar sem að verið að vinna að bættri upplýsingagjöf ásamt fleiri atriðum sem að bent hefur verið á. Á velferðarsviði sem er flóknasti og viðkvæmasti málaflokkurinn og sennilega sá sem að eðli málsins samkvæmt liggur mest undir í varðandi svona þjónustu, þar er verið að vinna líka á mörgum sviðum að úrbótum eftir ábendingum frá umboðsmanni og svo eru fjölmörg önnur mál á öðrum sviðum og skrifstofum, til dæmis bara bætt verklag og hraðari málsmeðferð hjá bílastæðasjóði og svona geti ég lengi talið. Umboðsmaður borgarbúa samt, og það kannski það mikilvægasta, hann fyrst og fremst til staðar fyrir þá sem að telja á sér brotið, bæði núna og hafa talið það lengi, hafa verið að velkjast í kerfinu án þess að fá tilhlýðilega þjónustu eða einhvern veginn komast áfram með sín mál og líka hann til staðar fyrir þá sem að til framtíðar koma til með að telja á sér brotið. Það mikilvægt að við byggjum upp kerfi og við séum hér með borgarkerfi sem að gerir ráð fyrir því að fólk fái leiðsögn og ráðgjöf ef að eitthvað ekki eins og það á að vera. Í skýrslunni kemur fram að málsmeðferðartími umboðsmannsins hafi verið úr hófi langur en þar hefur verið brugðist við eftir fremsta megni, þar hefur verið ráðinn inn starfsmaður sem að og verklaginu hefur verið breytt sem að hefur þegar sýnt sig að bæti málshraða en þó má sennilega betur gera í þeim efnum. Það ljóst að mínu mati að umboðsmaður borgarbúa komin til að vera þó talsverð þróunarvinna eigi enn eftir að eiga sér stað og sjálfsagt einhver aðlögun. Staðsetning umboðsmannsins undir forsætisnefnd og tengsl hans við stjórnkerfið eins og það núna alls ekkert heilagt. Það fyrst og fremst mikilvægt að umboðsmaður borgarbúa upplifi sig eins óháðan og kostur gefst og ef það einhver önnur staðsetning sem að hentar betur þá sjálfsagt að skoða það og það ekki síður mikilvægt að borgarbúar treysti því að hann sé raunverulega umboðsmaður þeirra en ekki hluti af kerfinu sem að verið að gera athugasemdir við. Að sama skapi má vel skoða og fara betur yfir valdsvið umboðsmannsins og verkefni. Það ekkert alveg ljóst hvort hann á að leiðbeina og úrskurða í málum sem að varða fyrirtæki í eigu borgarinnar þó hann gerir það ekki í dag. Á hann virkilega einskorða sig bara við A-hluta borgarinnar eða á hann að geta veitt leiðsögn varðandi Orkuveitu Reykjavíkur eða Strætó eða önnur fyrirtæki sem að sannarlega eru í eigu borgarbúa og veita borgarbúum þjónustu. Þetta eitthvað sem sjálfsagt og eðlilegt að við yfirförum og skoðum. Engu að síður mikilvægt að umboðsmaður borgarbúa verði starfræktur áfram, að hann geti áfram veitt þá þjónustu sem í boði og að hann geti tekið þessi álitaefni til og að við getum í sameiningu tekið þessi álitaefni til skoðunar. Á næstu 18 mánuðum ætti að vera komin slík reynsla að við getum fastsett umboðsmanninn í borgarkerfinu, að við verðum þá búin að taka varanlega afstöðu til þess, eða allavega, varanlega afstöðu til þess hvort hann á að lúta bara A-hlutanum eða fyrirtækjunum, hvort hann á að vera undir forsætisnefnd eða sérstakri ráðgjafarnefnd eins og hann í Kaupmannahöfn og fleiri svona álitamál. En fyrst og fremst skiptir máli að við framlengjum tilraunaverkefninu, höldum áfram að veita þá mikilvægu þjónustu sem umboðsmaðurinn hefur verið að veita og að við fastsetjum hann svo að þessum tíma loknum innan stjórnkerfisins eða utan
allt eftir því sem þjónar starfseminni best. Sem sagt, það á þessum grunni sem við, borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja fram tillögu sem fylgdi með gögnum og svohljóðandi. Lagt til að tilraunaverkefni umboðsmann borgarbúa verði framlengt 18 mánuði. Á þeim tíma forsætisnefnd falið að vinna nánari skilgreiningu fyrir starfsemi umboðsmanns og gera tillögu að endanlegri staðsetningu í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar með vísan til umfjöllunar í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa. Ég tel mig hafa rökstutt tillöguna ágætlega þó að þess hafi varla þurft eftir lesningu áfangaskýrslunnar og mælist til þess að tillagan verði samþykkt. Þá hefur borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ástæða til þess að þakka umboðsmanni borgarbúa fyrir áfangaskýrslu sem nú hér til umræðu, sem færir okkur ýmis sannindi og margt auðvitað af því eitthvað sem við höfum haft svona spurnir af en núna sett hérna fram með skýrum hætti og farið yfir það sem betur má fara í stjórnkerfi borgarinnar svo framalega sem það hefur þá komið á borð umboðsmanns. Sumt af því sem hér kemur fram í þessari skýrslu sem farið var yfir hér á ræðumanni sem talaði undan mér, að það nokkuð samhljóða því sem mátti lesa út úr úttektarnefnd á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og það sem bent var á ýmislegt einmitt meðal annars óskýra verkferla og svo framvegis sem við má sjá hér. Ég náttúrulega líti á sjálfum mig sem umboðsmann borgarbúa og ég vona allir borgarfulltrúar líti á sjálfan sig sem umboðsmenn borgarbúa og vilji starfa fyrir borgarbúa og veita þeim þær leiðbeiningar sem þeir þurfa á að halda í gegnum kerfið og það hefur oft verið þannig og það kemur meðal annars fram hérna í þessari skýrslu. Aðeins bara svona almennt þetta að þá vil ég rifja upp hér að þegar verið var að ræða þetta embætti og setja það á stofn á sínum tíma þá viðraði ég þá hugmynd að staðsetning þessa embættis væri ekki hér innan Reykjavíkurborgar og þá með tilliti þess að það hefði nægilega fjarlægð við stjórnkerfið og gæti þá starfað sjálfstæðara heldur en það gerir núna. Ég stóð því fram hvort ekki væri rétt að SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hýstu embætti sem þetta sem ætti þá við önnur sveitarfélög en ekki bara Reykjavíkurborg og þannig væri komin umboðsmaður íbúa á höfuðborgarsvæðinu og við það vinnst ansi margt. Meðal annars þessi fjarlægð sem þarf að vera og umboðsmaður Alþingis auðvitað leggur mjög mikla áherslu á þar sem hann tengist með engum hætti stjórnkerfi og stjórnsýslunni en líka hitt að þá eru önnur sveitarfélög komin inn í þetta verkefni og þá fer fram viðameiri athugun og viðameira starf embættisins umboðsmanns sem gefur líka ákveðinn samanburð. En þann samanburð höfum við ekki út úr þessari skýrslu sem hérna lögð fram. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa þennan samanburð. Og oft á tíðum hef ég verið að viðra það að við tækjum upp slíkan samanburð og hefðum samráð við önnur sveitarfélög og legðum mat á árangur okkar í okkar störfum og stjórnsýsluna hérna hjá okkur. En fyrir því hefur lítill áhugi. Það verður bara að segjast eins og Og ég lagði meðal annars fram tillögu það að við myndum hefja samráð við aðila úr byggingargeiranum til þess að fá það á hreint og vinna því svolítið faglega að fá staðfestingu á því að við værum að sinna þessu með þeim hætti sem gert öðrum sveitarfélögum. Það geri ég náttúrulega vegna þess að ég, eins og ég held allir aðrir hér, höfum fengið allt og margar ábendingar það frá þeim sem eru í byggingariðnaðinum að Reykjavíkurborg sé ekki að bregðast nægilega hratt við, að hún svari ekki erindum sem skyldi og það sé flóknara að koma málum í gegn umhverfis- og skipulagssviði og umhverfisskipulagsráði heldur en í öðrum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta hefur þá meðal annars leitt til þess að uppbygging hefur færst þangað yfir til þeirra sveitarfélaga og núna sjáum við það hér í þessari skýrslu að þessar áhyggjur mínar voru ekki ástæðulausar og að þessar ábendingar hafa eitthvað gildi.
Þá kemur á móti að hér vantar auðvitað samsvarandi úttekt í öðrum sveitarfélögum og það myndi auðvitað glöggva myndina verulega ef að slíkt lægi fyrir akkurat núna. Umboðsmaður Alþingis starfar svona einhverju leyti og kannski að mestu leyti með svipuðum hætti og umboðsmanni borgarbúa er ætlað að starfa. Umboðsmaður Alþingis er kosinn af Alþingi til 4 ára eins og með þekkja, samkvæmt lögum umboðsmann Alþingis og frá númer 85 frá 1997 maður rétt. En þar stendur í annarri grein, umboðsmaður er í störfum sínum óháður fyrirmælum frá öðrum, þar með töldu Alþingi. Þó að Alþingi kjósi umboðsmann Alþingis, þá er hann óháður Alþingi í sínum störfum. Og þess vegna held ég að núna ef við ætlum að fara í 18 mánaða framlengingu á þessu verkefni sem tillaga liggur fyrir hér í borgarstjórn, þá held ég að þetta sé eitt af þeim atriðum sem verðum að skoða. Ég er þeirrar skoðunar að ef að borgarstjórn hugnast ekki að umboðsmaður borgarbúa eða íbúa höfuðborgarsvæðisins verði stofnaður, frekar heldur en umboðsmaður borgarbúa, að þá séu minnstakosti svo að við ættum að huga að því að umboðsmaður borgarbúa heyri undir borgarstjórnin ekki forsætisnefnd. Forsætisnefnd, hver sem að stýrir henni á hverjum tíma, er bara pólitísk nefnd og hún er lítil nefnd. Hún formaður þeirra nefndar ræður því hvað er sett þar á dagskrá og hvernig umræður fara þar fram, en umboðsmaður borgarbúa ætti auðvitað að heyra hér undir alla borgarstjórn, þar sem við fáum þær upplýsingar beint frá honum en ekki gegnum forsætisnefnd þau mál sem hann er að vinna að. Þannig að ég vil nú svona biðja borgarbúa að hugsa svolítið út fyrir rammann, ekki bara staðfesta það sem að framhefur, það sem að gert hefur verið fram til þessa og huga svolítið að breytingum að þessu leyti. Kannski leiðir það til þess þá að við segjum nei, þann umboðsmaður borgarbúa hann getur átt heima annar staðar og þess vegna held ég að þessi tillaga sem hér liggur fyrir ætti að vera aðeins opnari. Ég held að tillagan sem að hér er lögð fram, sem að er svo með leyfi forseta, lagt til að tilraunaverkefni umboðsmanns borgarbúa verið framlengt 18 mánuði. Á þeim tíma er forsætisnefnd falið að vinna að nánari skilgreiningu fyrir starfsemi umboðsmanns og gera tillögu um endanlega staðsetningu í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar með vísan til umfjöllunar í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa. Svolítið hraðlestur fyrirgefið þið, en ég veit að þið lesið þetta áður, þannig ég þarf ekki að fara með þetta. En það stendur sem sagt hérna að við nánari skilgreiningu fyrir starfsemi umboðsmannsins og gera tillögu að endanlegri staðsetningu í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Kannski er ráðlegra fyrir okkur og bið ykkur að hugsa það hér meðan umræður eiga sér stað, að hér stæði falið að vinna að nánari skilgreiningu fyrir starfsemi umboðsmanns hans og gera tillögu að framtíð eða framtíða staðsetningu eða framtíð embættisins með vísan til umfjöllunar í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa. Þar með værum við með þetta opið en ekki búin að ákveða það hér á þessari stundu að það ætti heima innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar og það væntanlega með þeim sama hætti og verið hefur fram til þessa. Við lestur skýrslunar er nefnilega ýmislegt sem að svona, og ég tek það fram að mér finnst þetta að vera bara góð skýrsla, en það er ýmislegt í skýrslunni ef þið lesið hana sem að svona aðeins dregur broddinn úr henni. Og það svona fær mig aðeins til að velta því fyrir mér, hvort að ekki sé of mikil nálægð umboðsmanns borgarbúa við stjórnkerfið sjálft. Það er til dæmis hérna varðandi, og þetta nú bara tekið svona handahófi eftir því sem ég fletti þessari skýrslu hérna fyrir fram mig, þar sem að rætt velferðarmáli stendur, er það alþekkt vandamál á þeim sviðum sveitarfélaga þar sem mörg einstaklingsmál eru tekin til meðferðar með það að markmiði að taka stjórnvaldsákvörðun. Það stendur hérna varðandi mismunum stendur á þenni vanda yfir undirritaður hins vegar bent framkvæmdastjórum þjónustumiðstöðvanna yfirstjórn velferðarsviðs og svo framvegis með leyfi forseta fyrirgefðu og svo víðar má sjá svona með svipuðum hætti að svona til dæmis hér í sambandi við skal ég segja ykkur hérna staðbundna reglusetningu. Þar stendur að embættið áformar að vinna með yfirlögfræðingi sviðsins og nýjum sviðsstjóra úrlausn hluta álitaefnanna. Og svona fram til þessu, ef þið lesið skýrsluna þá sjáið það að víða er svona verið svona
svona aðeins að gera minna úr þeim brotti sem að felst í þessari samantekt og sömuleiðis það eins og kemur fram þarna í síðustu tilvitnun að umboðsmaður borgarbúa ætlar að fara að vinna með sviðsstjórum og yfirlögfræðingum sviðanna að úrlausn. Það líka nokkuð sem ég velti fyrir mig hvort að skynsamlegt og bara æskilegt. Það bara upp á það ákveðin fjarlæg sem þarf að vera á milli að mínu viti, nú geta aðrir haft aðra skoðun á því, á milli umboðsmanns borgarbúa annars vegar og svo stjórnsýslunnar hins vegar. Þannig að það sé að hann akti með svipuðum hætti og við höfum tekið eftir að hefur verið alveg skýrt þegar kemur að störfum umboðsmanns Alþingis sem að vinnur úr ákveðinni fjarlægð og auðvitað fylgist með því hvort að brugðist við og gerðar eru breytingar í samræmi við ábendingar umboðsmanns. En það ekki þar með sagt að hann sittist bara við borðið með ráðuneytisstjórum í stjórnarráðinu og fara að vinna að því að finna hvernig á að leysa málið. Það svona einhvern veginn ekki sem að mér líst nú svona síður á. Sömuleiðis þegar að umboðsmaður borgarbúa að fara yfir sín hlutverk og hvað hann álítur að embætti umboðsmanns borgarbúa eigi að gera, hverju hann eigi að sinna, þá finnst mér stundum eins og það sé orðið ansi lítið bil á milli þess sem innri endurskoðandi gerir, innri endurskoðun Reykjavíkurborgar og þess sem umboðsmaður borgarbúa ætlað að gera. Og ég veit bara að þeim umræðum sem hafa átt sér stað að menn eru meðvitaðir það að þessi tvö embætti eða verksvið þeirra kunni að skarast og þá held ég að menn ætti að fara betur ofan í það. Ég sem sagt verð að segja það að þegar ég les þetta að þá svona leitar hugurinn að fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og þar sem að einmitt kemur skýrt fram að þessi fjárhagsáætlun fyrir þetta ár hún árangursmiðuð og hún gerð þannig að tryggja eigi árangursmiðaða fjárhagsstjórn. Og nú höfum við fengið svona ákveðnar ábendingar sem að lúta þá sérstaklega því að það kom ekki svör við fyrirspurnum frá borgarbúum og lögaðilum. Og þá held ég að það sé mjög mikilvægt núna að við stígum niður, því nú það ekki minnihlutinn, sá sem að hér stendur og aðrir sem tilheyra minnihlutanum sem að biðja að þetta verði skoðað og með litlar undirtektir, flytjandi tillögur sem að gjarnan eru felldar, sérstaklega eru skynsamlegar og þá held ég að við ættum að setja niður tjaldhælinn akkurat hér og segja já, ef þetta á að vera árangursmiðuð fjárhagsáætlun, þá skulum við stefna að því að ná árangri akkurat á þeim sviðum sem að umboðsmaður borgarbúa benda okkur á að skórinn kreppir að. Og það einmitt þessi þjónusta og það kemur mjög skýrt fram í umhverfis- og skipulagsmálum að þar eru viðbrögðin of sein. Þar eru svörin koma of seint og þá nefn dæmi það, ég reikna með að það dæmi sem þetta tekið sérstaklega fram, þar sem að tók einn mann 1221 daga að fá svar við því erindi sem að sett inn og ég trúi ekki að það algjört einsdæmi. En ég held að miðað við það sem fólk að segja mér að almennt séu svör að berast of seint og við getum gert betur og unnið hraðar og ég held að við ættum að nota þessa skýrslu þá sem ákveðin viðmiðunarpunkt í árangursmiðaðri fjárhagsáætlun, af því allir eru auðvitað sammála því að fjárhagsáætlun á að vera árangursmiðuð og þá setja okkur og gera okkur grein fyrir því hver er staðan núna, ekki eins og stendur í skýrslunni, heldur að sviðin setji niður fyrir sig hvar þeir eru stödd að þessu leyti sérstaklega og ég held líka að þessar ábendingar sem þarna koma fram hjá umhverfis- og skipulagssviði að þeir sem eru að sækja erindi til sviðsins fái aldrei samband við þá sem þeir vilja tala við sé mjög aktúelt. Ég held að þjónustu miðstöð okkar á fyrstu hæð í Borgartúni sé ómikil fjarlægð og menn kvarta yfir því við mig og aðra að fjarlægðina á milli þeirra sem að eiga að taka ákvarðanir eins og skýrt kemur fram í þessari skýrslu og þeirra sem að leggja erindi fyrir svið og ráðið of mikil. Og þetta getum við lagað og þetta höfum við að setja í árangursmiðaða fjárhagsáætlun og vinna samkvæmt því. Ég sem sagt bið borgarfulltrúa svona í bara lok máls míns þakka aftur fyrir þessa skýrslu en bið borgarfulltrúa kannski það að íhuga það
að opna þessa tillögu lítillega. Ég held að reynslan hefur sýnt okkur að þetta embætti getur sagt okkur mikilvæga hluti sem að er vonandi eitthvað sem að önnur sveitarfélög geta þá hugsað sér að taka þátt í, og þess vegna held ég, ekki síst þess vegna, að það væri til bóta að vera ekki að fullur það í þessari tillögu að endaleg staðsetningin eigi verið stjórnkerfi Reykjavíkurborgar, heldur að við munum fara yfir framtíð þessa embættis með svolítið opnari hætti heldur en þetta, og þá með vísan til umfjöllunar í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa og þær upplýsingar sem að fram koma í þeirri skýrslu. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Já, ég ætla að byrja á því að þakka umboðsmanni fyrir skýrsluna og þessa úttekt sem að hann gerir á eigin verkefni frá því að það hófst bráðum fyrir 18 mánuðum síðan. Og þegar maður les skýrsluna, og hef ég nú fengið 2 góðar kynningar á henni, að þá er þetta eitt og annað sem kemur upp í hugan. Fyrsta lagi það að það er alveg ótrúlegur málafjöldi sem kemur þarna inn, 423 mál sem komin eru inn, þegar að meðaltali var, ef ég man rétt, hjá umboðsmanni Alþingis svona 8 mál á ári frá borgarbúum til umboðsmanns Alþingis. En þar er líka þröskuldurinn miklu hærri, þar eru formsatriðin miklu meiri og erfiðara og meira mál fyrir hinn almenna borgara að skrifa umboðsmanni Alþingis kvörtunarbréf eða hvað það heldur en umboðsmanni borgarbúa. Þannig að það kemur upp í hugan að það hafi verið í rauninni nauðsynlegt að taka á þessum þáttum í stjórnsýslunni, en leið kemur upp í hugan af hverju eru málin svona mörg. Er það vegna þess að það þarf að vanda betur til verka í stjórnsýslunni? Er það vegna þess að borgarbúar hafi ekki átt kost á millilausum samskiptum við borgarstjóra á síðasta kjörtímabili? Er það vegna þess að fólk átti erfitt með að fá erindi sín afgreidd þegar að í rauninni hafi gefist upp á stjórnsýslunni? Þetta kemur upp í hugan við lestur skýrslunar og ekki síst eftir að þetta í skýrslunni kemur í fram að embættinu hafi gengið illa að fá skrifleg svör við erindum sínum og sérstaklega á umhverfis- og skipulagssviði. Og þetta kemur sérstaklega fram í skýrslunni. Og það er talað um ábendingar frá borgarbúum að gjá hafi myndast milli umhverfis- og skipulagsráðs og starfsmannasviðsins. Þetta er mjög umhugsunarvert og kemur inn á það sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill sagði hér á undan mér, að það er full ástæða til þess að fara yfir verkferla hjá skipulagssviði og skoða einmitt hvers vegna mál ganga svona hægt og hvers vegna það er svona hár þröskuldurar. Ekki bara fyrir hinn almenna borgarbúa, heldur er þetta umkvartanir sem að maður heyrir frá miklum fleirum sem að þurfa að starfa mjög mikið með þessu sviði. En svo kemur annað upp í hugan þegar maður les þetta, og það er það, og ég held að út frá því tel ég að það sé skynsamlegt að leggja fram tillögu hér að festa þetta ekki endanlega í sessi, heldur framlengja þetta verkefni. Og það er auðvitað þetta verkefni innan stjórnsýslunnar eins og önnur hefur auðvitað tilhneigingu til þess að hlaða utan á sig. Upphafi átti þetta að vera verkefni fyrir einn starfsmann, umboðsmanninn sjálfan, lögfræðinginn, en auðvitað þarf hann svo að ráða sér ritara og svo ræður hann sér lögfræðing til viðbótar til starfa hjá embættinu til þess að sinna lögfræðilegum úrlausnarefnum. Þannig að eins manns apparat er orðið 3 manna og þetta hefur alltaf tilhneigingu til að hlaða utan á sig. Þannig að kostnaðurinn eykst. Og ef að það tímabil sem að framundan er
en hér verði samþykkt í borgarstjórn að bæta við 18 mánuðum, að þá finnst mér einmitt mjög skynsamlegt að velta því fyrir okkur hvernig, og nýta þann tíma, hvernig hægt að draga úr þessum kostnaði og hvernig hægt að færa sem mest af þessum málum yfir til stjórnsýslunnar sjálfrar, þannig að það sé helst ekki þörf fyrir svona starf og alls ekki þörf fyrir eitthvað stórt batteri til þess að sinna þessu hjá borginni. Þannig að þetta nú svona það sem að kemur upp í hugan hjá mér að þetta mjög áleitið hvort að flest þessara mála ætti ekki að leysast ef að aðgengi borgarbúa að stjórnsýslunni, að borgarstjóra og auðvitað kjörnum fulltrúum, því að það hlutverk okkar allra að taka við svona málum og koma þeim áfram, ef að það allt saman í lagi. Eitthvað ekki í lagi þegar svona mikill málafjöldi kemur og það auðvitað sláandi að sjá umsagnir sum sviðin í þessari skýrslu. Þannig að ég tel nú að það sé skynsamlegt í rauninni að framlengja þetta verkefni, en ég ekki viss að við eigum að festa það endanlega í sessi. Og svo ég fari aftur yfir breytingatillöguna, að þá reiknaði með að hún endi svona frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, að þetta breytingatillaga lagt til að tilraunaverkefnum umboðsmann borgarbúa verði framlengt 18 mánuði. Á þeim tíma forsætisnefnd falið að vinna framtíð embættisins með vísan til umfjöllunar í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa. En við erum svona að fara yfir þetta og það kann að við sendum ekki tillöguna endanlega fyrir en að hún klár frá okkur, þannig að ég senda hann ekki strax. Takk. Þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu, einnig lokið við það að leggja fram breytingatillögu. Er það rétt skilið hjá mér? Nei, ekki strax. Þá boða breytingatillögu sem við tökum þá fyrir bara síðar á fundunum, en þá borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa áfangaskýrslu frá umboðsmanni borgarbúa og ég tel einsýnt þegar maður fer yfir þessa ágætu skýrslu að þessi tilhögun, þetta embætti hefur þegar sannað gildi sitt. Eins og komið hefur fram í umræðinu þá málafjöldin vel á 500 á þessu tímabili sem að liðið frá því að embætti tók til starfa í maímánuði 2013 og það ríflega 4 sinnum meiri málafjöldi heldur en að reikna var með áður en lagt var úr vör í þennan leiðangur. Og það eitt sýnir okkur að það gríðarleg þörf hér úti hjá borgarbúum á aðila eins og umboðsmanni borgarbúa sem að getur leiðbeint þeim hvernig þeir eigi að fá lúkningu á sínum málum, veitt ráðgjöf í einstökum málum þar sem að borgarbúa telja að þeir hafa ekki fengið farsæla þjónustu og við eigum að fagna því að þetta embætti sé komið á laggirnar og taka því af fagmennsku í okkar viðbrögðum. Það eru nokkur atriði sem ég vildi vekja athygli á. Í fyrsta lagi það að flest þessi mál varða brot gegn stjórnsýslureglu, það að erindi sé að taka langan tíma í kerfinu áður en þau eru afgreidd, eða það sem sérstakt áhyggjuefni að erindum frá borgarbúum sé einfaldlega ekki svarað. Þá að fjölga þeim málum þar sem að reynir á hvort að borgarbúum hafi verið mismunað í þjónustu og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og þetta atriði sem ég tel að við þurfum að taka reyndar sérstaklega til skoðunar og mun aðeins koma inn á það hér á eftir. Það athyglisvert og jákvætt að embættið hefur í vaxandi mæli eftir því sem að liðið hefur á þennan reynslutíma beitt heimild til þess að bjóða sáttamiðlun í ágreiningsmálum milli borgarbúa og borgarkerfisins og það úrræði hefur reynst mjög árangursríkt. Ef við skoðum þennan málafjölda þá kemur fram að yfir helmingi málana lýkur með ráðgjöf þar sem að embættið getur með tiltölulega einföldum hætti upplýst borgarbúa sína stöðu og sinn rétt. Tæpum fjórðungi lýkur með leiðréttingu eða skýringu Reykjavíkurborgar og síðan eru tiltölulega fá mál sem að enda á því að embættið þarf að gefa út álit, skjóta málum til aðra stjórnvalds og svo framvegis.
Það líka umhugsunarefni að það mjög lágt hlutfall innflytjenda sem hefur leitað til embættisins fram að þessu og það þarf að skoða það vel á því ef við samþykjum þá tillögu sem að fyrir liggur á þessum fundi að framlengja verkefnið 18 mánuði. Að það mikilvægt að þessi hópur sem að myndi ætla að gæti nýtt sér afar vel þá þjónustu sem að umboðsmaður að bjóða, að það sé ljóst og vitneskja það í þessum hópi að þarna komin nýr valkostur fyrir borgarbúa til þess að fá framgöngu sinna mála. Umboðsmaður rekur í sinni skýrslu að það séu nokkur mál til skoðunar sem að tengjast mögulegri mismunun eins og ég kom inn á áðan og ég vildi sérstaklega draga fram eitt atriði sem að tengist skóla- og frístundaráði og reyndar velferðarsviði sömuleiðis sem að lítur að sérfræði þjónustu skóla. En eins og borgarfulltrúar ágætir þekkja þá samningur á milli skóla- og frístundaráðs og velferðarsviðs þá þjónustu sem að veitt á þjónustumiðstöðum í borginni. Það eru dæmi tilvik 2 mál sem að umboðsmaður nefnir þar sem að borgarbúa kvarta undan málshraða sem að umsókn grunnskóla barna þeirra greiningu á ADHD hlaut. Og við sjáum að það afar mikill munur á því hversu hratt slík erindi verið afgreidd eftir því hvort að málin koma inn á borð hjá þjónustumiðstöðinni í Vesturbæ Reykjavíkur eða upp í Breiðholti. Í Vesturbænum eru slík mál afgreidd á 4 til 6 mánuðum en allt upp í 30 mánaða biðtími á slíkum málum í Breiðholtinu. Ég tel að þetta sé atriði sem við þurfum að setja sérstaklega yfir og mun óska eftir því að við tökum þetta mál upp sameiginlega á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði og förum yfir hvaða möguleika við höfum á því að bregðast við þessu. Það afar mikilvægt í málum sem þessum að brugðið sé við snemma þegar að ræða börn með sérþarfir sem að þurfa á snemmtækri íhlutun að halda til þess að geta yfirunnið sína erfiðleika og við þurfum að reyna að haga okkar málum þannig að við getum tryggt það að slík mál sem að skipta afar miklu máli það hvernig þessum nemendum að þessum börnum gengur í skóla og reynda síðar á lífsleiðinni að þau fái skjóta og góða meðhöndlun í borgarkerfinu. Ég vildi vekja athygli á þessu leið og ég lýsi því yfir að við munum taka þetta mál upp á vettvangi skóla- og frístundaráðs og óska eftir samstarfi við velferðarráð það efni. Síðan vil ég að lokum hnykkja á því ég tel afar mikilvægt að við samþykkjum þá tillögu sem að fyrir liggur að framlengja þetta verkefni 18 mánuði og koma því á traustari grundvöll. Þetta mikið framfaraspor í borginni og mikið lýðræðismál sömuleiðis sem að eitt af helstu áherslumálum þessa meirihluta. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næsta mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að segja að ég hlynnt þeirri tillögu sem hér liggur frammi að framlengja tilraunaverkefninu umboðsmann borgarbúa. Ég algjörlega hlynnt því, hins vegar finnst mér það líka jafn mikilvægt sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sagði hér áðan að við erum öll umboðsmenn borgarbúa. Við erum ekki hérna fulltrúar kerfisins, ég ekki fulltrúi velferðarsviðs hér í borgarstjórn Reykjavíkur og á ekki að svara fyrir það. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar samstarfsaðili okkar sem erum í velferðaráði en við erum ekki fulltrúar sviðsins eða kerfisins, heldur erum við fulltrúar borgarbúa, erum kosin af borgarbúum til þess að gæta hagsmuna þeirra. Mér fannst skýrsla umboðsmanns borgarbúa fín. Það kemur berlega í ljós að þar eru velferðarmálin mjög ítarlega rædd og mörg þeirra ratað inn á borð umboðsmanns borgarbúa og það kemur mér alls ekki á óvart. Sjálf hef ég haft það sem reglu að taka viðtöl við borgarbúa sem að þess óska. Geri það flestar vikur ársins og mér finnst það sem að framkemur í skýrslunni passa mjög vel við það sem að ég hef heyrt bæði frá borgarbúum og hagsmunasamtökum þeirra og bara samstarfsaðilum okkar.
Það mjög margt sem við þurfum að bæta, en við verðum samt sem áður að passa okkur í því að það verði ekki allt að óbáslega flókinni stjórnsýslu sem að lögfræðingar þurfi að vinna. Það kemur fram á blaðsíðu 41, svo ég með leyfi forseta lesi upp úr skýrslunni. Velferðarsvið eitt þeirra sviða þar sem ólöglærðir starfsmenn eiga ríkan þátt í undirbúningi og töku stjórnvaldsákvarðana sem í eðli sínu eru lögfræðilegt viðfangsefni. Tilvitnun lýkur. Við megum ekki leysa og taka svona athugasemdir með þeim skilaboðum að við þurfum að fá lögfræðingar til þess að taka og vinna við allar stjórnvaldsákvarðanir. Til dæmis einkunnargjöf í grunnskólum stjórnvaldsákvörðun, en við viljum ekki að lögfræðingar gefi einkunnir í grunnskólum landsins, heldur kennarar, alveg eins og við viljum að til dæmis þroskaþjálfar, félagsráðgjafar og sálfræðingar ákveði áfram hvaða þjónusta veitt á grundvelli mats á þjónustuþörf, og eins að yfirleitt félagsráðgjafar og virkniráðgjafar sem hafa margvíslega menntun taki ákvörðun varðandi fjárhagsaðstoð, þó að það séu stjórnvaldsákvarðanir. Þannig að við verðum að gæta þess að gera ekki allt að lögfræði, en það kemur fram í skýrslunni hér og hvar hvað lögfræðin skiptir miklu máli. Það rétt, við eigum að fara lögum, en við eigum ekki að gera allt að lögfræði, því að þá held ég að málin flækist stundum. Það sem að mér langaði til að segja, við höfum ákveðið að taka þessa skýrslu umboðsmanns borgarbúa fyrir í velferðarráði nú síðar í vikunni, vegna þess að okkur öllum í ráðinu þurfum að fara yfir hana lið fyrir lið og fara yfir alla þætti sem að varða þetta. En það þó ekki þannig að við séum að heyra fyrst af þessu núna, og ég vil fá að segja ykkur af því vegna þess að borgarfulltrúi Skúli Helgason talaði það að skóla- og frístundasvið vildi taka fyrir í sínu ráði þessa mismunun sem á sér stað eftir biðtíma eftir sambærilegri greiningu og aðkomu að sérfræðiþjónustu og þjónustumiðstöðum. Þetta mál var tekið fyrir í 30. apríl síðastliðinn í velferðarráði, og þá samþykkti velferðarráð einróma að flýta vinnu starfshóps sem að störfum og hefur það verkefni að endurskoða verk og vinnulag í sérfræðiþjónustu skóla sem veittir af þjónustumiðstöðum. Verkefnin sem sagt voru skilgreind, meðal annars að finna samræmt vinnulag milli þjónustumiðstöðva og tryggja jafnræði í þjónustu við börn í Reykjavík. Þetta samþykkti velferðarráð 30. apríl síðastliðinn af því að við vissum að þá var biðtíminn orðinn mjög mismunandi. En þá fengum við mjög góðar skýringar á því af hverju biðtíminn væri þetta mismunandi, vegna þess að í Breiðholti hefur ekki verið lögð megin áhersla á greiningar, heldur á stuðning við börnin. Þannig að ef að upp kemur athugasemd að eitthvað barn sé til dæmis ekki að stunda nám sitt vegna vanlíðunar, þá veittur stuðningur inn við bæði kennarann og inn í skólastofuna og reynda að greina vandann þar áður en vandi barnsins sé sérstaklega greindur. Og þeir trúa því og þeir hafa sýnt það þar sem að þeir hafa haft þessa hugmyndafræði leiðarljósi frá árinu 2006, að þá hafi þörfum fyrir endanlega greiningar fækkað talsvert. Af því að það sé svo oft hægt að leysa málið á svona með stuðningi í bekknum án þess að gera barnið sjálft að einhverju viðfangsefni eða vandamáli. En núna sem sagt liggur fyrir þessi skýrsla þessa starfshóps sem var að taka þetta út og á eftir að skoða hana bæði í velferðarráði og skóla- og frístundaráði. En við samþykktum líka að gerð yrði úttekt á sérfræðiþjónustu við börn, þar sem væri skoðað verklag þjónustumiðstöðva og skoðað út frá nýrri reglugerð verk- og kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga og að það yrðu lagðar fram tillögur til úrbóta.
Úttektin yrði gerð af óháðum aðila var gert að skilyrði í þessari tillögu frá því í apríl síðastliðnum. Þessa úttekt ekki búið að gera. Nú sviðið nýbúið að skila af sér þessari sérfræðivinnu og við bíðum eftir að úttektin verði gerð þannig að hægt sé að koma með tillögur til úrbóta. Þetta nú kannski langt mál þetta mál en mér finnst skipta máli að við séum að vinna með svona hluti sem við fáum ábendingar og við bíðum ekki eftir að eitthvað svona eftirlitsapparat fatti vandann. Þegar við sem umboðsmenn, við 15 sem að hér erum inni, þá eigum við líka að taka málinu upp og gera þau að máli þannig að, að við tökum á þeim. Það eru 2 ábendingar í skýrslu umboðsmanns borgarbúa sem að við höfum sett inn í áherslu ráðsins fyrir komandi ár. Það þetta að tryggja jafnræði í sérfræðiþjónustu skóla eins og við höfum verið að vinna að frá því apríl síðastliðnum og hitt varðar heimaþjónustuna við aldraða en þar hefur álag í Laugardal og Háaleiti leitt til þess að þar hefur verið skert þjónusta frá því á síðasta ári við þá sem að einungis fá þrifaþjónustu og höfum við ekki verið sátt við það enda það ekki í samræmi við reglur borgarinnar en það hverfi eina hverfið sem að hefur þurft að beita slíkum skerðingum. Við segjum núna í áherslum næsta árs að við viljum koma í veg fyrir mismunandi þjónustustig í heimaþjónustu milli hverfa borgarinnar og þetta forgangsmál bæði á velferðarsviði og í velferðarráði að koma í veg fyrir þetta. Nú varðandi annað, já ég ágætis tíma sé ég, að aðra þætti sem að framkoma hér í skýrslu umboðsmanns, þá vil ég að við vinnum með það á vettvangi velferðarráðs og velferðarsvið mun að sjálfsögðu gera það líka. En við verðum líka að það einn kafli velferðarmálin sem að ég hef vildi fá að gera einhverjar athugasemdir við og get gert það hér og það varðandi faglega þekkingu. En þar bendir eða segir bara umboðsmaður borgarbúa frá því að fjöldi ábendinga hafi borist bæði frá starfsmönnum og hagsmunaaðilum að það vanti faglega þekkingu á velferðarsviði, sérstaklega í efri lögum stjórnsýslunar. Þannig að svo faglega þekking sem sé í neðri lögum að hún nýtist ekki í nefndum og í stefnumarkandi vinnu. Síðan talað viðhorf sem að felast í reglum stuðningsþjónustu og verklagi Reykjavíkurborgar samrýmist ekki nútíma hugmyndafræði og ég vil segja það að ég held að víðast hvar hefur gengið mjög vel að vinna með viðhorf til fatlaðra íbúa borgarinnar og við höfum í mörgum starfshópum náð að vinna að mjög góðu samkomulagi milli okkar velferðarsviðs og hagsmunasamtaka en mér finnst þarna vera mjög skýrt að ágreiningur úr einum starfshópi sem að kom upp milli hagsmunasamtaka og velferðarsviðs skili sér beint inn í skýrslu umboðsmanns. Það kemur fram einnig að umboðsmaður ánáttúrulega í töluverðu sambandi við hagsmunasamtök, réttindagæslumenn og öryrkjabandalagið og aðildarfélög þess og það virðist vera að ágreiningur varðar stuðningsþjónustureglurnar að þær skili sér beint inn í skýrslu umboðsmanns. Og það alveg rétt að það að taka á þessum ágreiningi en samráð felst ekki endilega í því að samráð felst í því að tala saman og hlusta á öll sjónarmið en ekki að einhver ein sjónarmið ráði ríkjum. Samráð samtal sem oft leiðir til sameiginlegrar niðurstöðu en stundum ekki. Og við verðum að passa upp á það að gefa ekki þær væntingar út að allt samráð leiði til sameiginlegrar niðurstöðu. Þannig getur það ekki alltaf verið.
En ég tel að margt sé til bóta sem sagt hjá okkur. Það vilji til þess á velferðarsvið og velferðarráði að vinna með þessa þætti eins og ég sagði áðan. Það ýmislegt í okkar menningu meðal annars sem við þurfum að taka á og það nýtt fólk bæði á velferðarsviði með skipulagsbreytingum sem voru innleiddar síðastliðin áramót. Það komin líka nýr sviðsstjóri á þess að ég ætli nokkuð að halla á fyrrverandi sviðsstjóra og það nýtt fólk í ráðinu þannig að það eru tækifæri til þess að takast á við margvíslegar athugasemdir og það bara tilhlökkunarefni að gera það. En ég kom sérstaklega upp til þess að ræða þetta varðandi það mismunun sem hvað varðar biðtíma eftir sérfræðiþjónustu í skóla, að Breiðholtsmódelið vinnur á annan hátt þannig að þetta ekki sambærilegi biðlistar og velferðarráð setti þetta í mjög ákveðinn og skýran farveg í apríl síðastliðnum og við erum að bíða eftir úttekt til þess að geta unnið út frá einhverjum tillögum sem að koma í framhaldi af úttektinni. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Mér langar að þakka kærlega fyrir þessa skýrslu. Mér finnst alveg frábært að fá þessar upplýsingar og einhvern veginn það þannig að manni finnst líka skrítið að vera að fá þær svona. Að vera að fá þær í gegnum sérstakt embætti sem var stofnað, auðvitað frábært, en af hverju komu þessar upplýsingar ekki í gegnum stjórnsýsluna sjálfa? Af hverju? Það náttúrulega eitthvað brotalögum. Ekki nema að fólk hafi bara gagngert verið einhvern veginn að dömpa öllu á umboðsmanninn og ekki verið að sinna þessum þáttum sem að svo sannarlega eiga að skila sér inn í ráðin, inn í velferðarráð. Hér eru 460 mál hjá umboðsmanni þar sem 160 eru mál sem varða velferðarráð og mér finnst alveg rosalega skrítið að vera að sjá það fyrst nú og hafa ekki fengið upplýsingar þetta í gegnum stjórnsýsluna. Mér finnst það auðvitað að segja talsvert að við þurfum að gera mikla breytingar. Mér langar að fara aðeins bara í gegnum þetta. Og auðvitað sammála mörgum þeir sem hafa bæði borgarfulltrúa Björku Vilhelmsdóttur sem kom upp á undan mér og svo félögum mínum borgarfulltrúanum Halldóri Halldórsson og Júlíus Víbli og eins Skúla borgarfulltrúa Helgasyni. Þá finnst mér ástæða til þess að fara aðeins í gegnum þetta því þetta einhvern veginn, ég segi eins og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir, þetta einhvern veginn eitthvað sem búin að heyra óminn af í gegnum samtöl og viðtöl við ýmsa aðila, hefur aldrei fengið einhvern veginn staðfest fyrir kannski í þessari skýrslu hér og mér finnst þetta mjög svona alvarlegar upplýsingar og til dæmis bara, þá eru farið sérstaklega í gegnum velferðarsvið en það sérstaklega tekið fram að það mikill dráttur og afgreiðslu mála til fólk ekki að fá einhvern veginn máli nógu snemma, það skortur og upplýsingaflæði, það aðgengi að regluverki virðist ekki gott og að vera að fela eins og sé vera að fela hluti fyrir fólki. Það annarkvort talað ofur áherslu á jafnræði sem sé að í rauninni hamla því að fólk fái viðunandi þjónustu eða vera að tala mismunun. Við þekkjum þetta öll sem hafa verið að vinna í velferðarráði. Við höfum verið að tala þessi mál en aldrei einhvern veginn fengið svona grinda því sem bara einhvern veginn liggur fyrir. Og það segir manni svolítið, ok, hvað þá? Vantar okkur gæðastjóri, hver á að sjá þetta inn í ráðunum? Við getum ekki ætlast til þess að umboðsmaður sinni þessu hlutverki bara. Við getum bara ekki ætlast til þess. Það bara okkar hlutverk að krefjast þess að stjórnsýslan komi fram og skili því sem nákvæmlega stendur hér. Og mér finnst mjög gott að fagna því að við munum fá umboðsmann inn á fund velferðarráðs og mér skilst að það sé bara næsta fundi. Manni finnst þetta skrítið, ég verð að segja það, ég búin að setja núna marga mánuði í velferðarráði, ég hafði ekki hugmynd að biðtíminn milli þjónustustöðva
miðstöðva væri svona mikill eins og raun ber vitni hér í þessari skýrslu að fólk sé í einu hverfi að bíða 4 til 6 mánuði eftir þjónustu fyrir börn á meðan aðrir bíða í 30. Þú veist, af hverju veit ég þetta ekki? Og ég ætla nú ekki að fara hérna yfir faglegu þekkinguna og það sem framkvæmt þar vegna þess að borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir gerði það ágætlega, en hins vegar það sem kemur svona fram í kaflanum menningu vinnustaðarins, þá hrekkur maður bara í kút. Því þar eru orð eins og þöggun, sem að vera að svífa einhvern veginn yfir vötni hjá skjólstæðingum kerfisins sem að leita að rétti sínum. Þetta er það sem skilar sér inn til umboðsmann. Þetta er orð eins og þöggun, ekki lausnamiður hugsun, átök, ekki aðgengi að verklagsreglum, tortryggni og starfsmannavandamál. Mér finnst þetta dálítið svört lýsing. Svo verðist sem að miðstýringin sé orðin allt of mikil og svo klikkir út með því að kerfið sé þannig uppbyggt að borgarkerfi njóti alltaf vafans. Þetta er náttúrulega eins háalvarlegt og það getur verið. Þannig að við hljótum að skoða og ég segi bara hvað varðar tillöguna sem hérna liggur fyrir, þá styð ég það að við höldum áfram þessu þróunarverkefni, en mér finnst hún orðið svolítið þannig eins og sé búið að ákveða að umboðsmaður eigi að vera sjálfstæð, eigi að eiga heima. Mér finnst að við eigum að byggja upp stjórnsýsluna þannig að það eigi ekki endilega að þurfa, heldur eigum við að hafa umboðsmann í öllum ráðum, bara í starfsfólkinu. Við verðum að hafa fólk sem getur nákvæmlega tekið þessar upplýsingar á þeim staðar sem það komið fram og aðstöðu þar í staðan fyrir að búa til einhverja sérstaka gátt í þess. Það finnst mér og þó að ég taki undir það, við þurfum auðvitað að þróa þetta betur og ég fagna því mjög að þessi skýrsla sé komin fram og bara takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil eins og aðrir þakka fyrir skýrslu umboðsmanns borgarbúa fyrstu 18 mánuði af starfi þess embættis. Ég kom að mótun þessara hugmyndar á sínum tíma. Hún hafði býsna langa meðgöngu og var hluta til svolítið umdeild hér í sölum borgarstjórnar og mér finnst standa upp úr í þessari umræðu að við erum sammála þörfina fyrir embættið. Við erum líka sammála því að það ákveðin álitamál sem rétt bara viðurkenna varðandi hvernig embættið þessu tagi sett upp, hvar það staðsett í stjórnkerfinu og hvernig það vinnur. Það sem hefur verið lítið rætt hér það sem var kannski fyrirferðarmest í upphafi umræðunar, það að segja hættan á því að það veri skörun milli umboðsmanns borgarbúa og umboðsmanns Alþingis. Af hverju það mikilvægt? Vegna þess, að sveitarfélögin heyra undir umboðsmann Alþingis ekkert síður en aðrir hlutar framkvæmdarvaldsins og þó að nafnið sé líkt, þá var umboðsmaður borgarbúa ekki hugsaður þannig að hann kæmi í staðinn fyrir umboðsmann Alþingis, heldur var hann hugsaður og fyrirmyndin sótt til Kaupmannahafnar, þar sem verið var að setja á fót embætti sem raunar hét ekki skandinavíska nafninu ombudsmann, heldur borgarrådgiver. Það að segja leiðbeinandi innan stjórnkerfisins en þó með sjálfstæða stöðu til þess að taka upp mál, rannsaka, í raun sjálfstætt umbótaafl, með lögfræðileg gleraugu vissulega, en ég sé ekki betur en að þetta fyrirkomulag sem að valið var af nokkrum kostum sem að koma til skoðunar, njóti þess nauðsynlega trausts sem embætti af þessum toga þarf að njóta til þess að geta virkað með okkur í umbótaátt. Ég dreg þær ályktanir af því hversu mörg mál hafa komið upp inn á borð umboðsmanns, borgarbúa og því hvað ábendingum meðal annars hér í þessum sal vel tekið og undirstrikað að þau styðjast við rök og kalla á eftirfylgni og aðgerðir innan ráðanna og innan stjórnsýslunar og þar með þetta orðið að
upphafi umbóta eins og það var hugsað. En það getur líka verið erfitt að rata með kvartanir innan stórs og viðamikils stjórnkerfis eins og Reykjavíkurborgar og ég held að umboðsmaður hafi þar líka hlutverk að gegna og mér finnst umfjöllunin þessi mismunandi hlutverk umboðsmanns í skýrslunni vera bæði vönduð og rétt. Það er hins vegar ekki þar með sagt að hlutverkið eins og við sjáum það núna sé klappað í stein. Í raun hefur, eins og skýrslan lýsir ágætlega og umboðsmaður hefur farið yfir, hugmyndin aðeins breyst í meðförum. Það er ekki sanngjarnt að mínum að segja að embættið hafi á einhvern hátt blásið út. Umboðsmaður hefur verið með liðsauka í formi nokkurs konar aðstoðarmanns alveg frá upphafi. Núna er reyndar mikill fengur að það er komin lögfræðingur við hlið umboðsmanns sem ég held að sé styrkur og kostur en það er ekki rétt að stilla því þannig upp að embættið hafi þar með blásið mikið út frá því sem það var í upphafi. Mér finnst eðlilegt að forsætisnefnd fari yfir staðsetninguna í stjórnkerfinu eftir næsta 18 mánaða tímabil og eftir því sem að reynsla kemst á. En ef þetta hefði verið nákvæmlega sambærilegt embætti við embætti umboðsmanns Alþingis þá hefði verið meiri rök fyrir því að hafa það algjörlega utan stjórnkerfis, jafnvel á höfuðborgarsvæðinu eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson nefndi. En ég er ekki viss að það þurfi, en það er svolítið að skoða þá. Ég held að það þurfi ekki að breyta tillögunni eins og hún liggur fyrir til þess að taka þá umræðu inn í forsætisnefnd. Þannig að í stuttu máli þá held ég að á þessum tíma sem liðinn hafi embættið sannað sig og út af fyrir sig hefði ég verið tilbúinn að taka undir tillögum að festa varanlega í sessi en það er fyrst og fremst út af þessu að það eru málefnaleg rök fyrir því að gefa þessu lengri tíma til reynslu áður en við ákveðum endanlega staðsetningu og allt fyrirkomulag sem að ákveðið eða lagt til að þetta haldi í raun áfram sem tilraunaverkefni til næstu 18 mánaða. Síðan vegna þeirra orða sem hér hafa fallið frá 3 borgarfulltrúum munin á biðtíma eftir greiningum hjá börnum í Breiðholti sem 3 borgarfulltrúar hafi komið inn á, að þá finnst mér rétt að halda þetta til haga að breytingin og þjónustunni í Breiðholtinni laut að því að stytta biðtímanni á börnunum ekki eftir greiningu heldur eftir aðstoð. Það er að segja þá að vera að setja spurningamerki við það verklag að börn fengju ekki aukna aðstoð inn í, eða í raun bekkir, fengju ekki aukna aðstoð inn í skólastofuna fyrir en að væri búið að vinna formlega greiningu á einhvert barnanna í bekknum. Þannig að þegar að það kæmi ábendingar að það þyrfti aðstoðin í bekk þá fengist hún strax, jafnvel þó að bið væri eftir greiningu á athyglisbresti eða einhver öðru. Því við vitum auðvitað að greiningar einar og sér bjarga ekki öllu og í sömu tilvikum að þá falla börn ekki að greiningum en staðaninn í bekknum kallar á athygli okkar enga síður. Þannig að þó að þessi mikill munur á bið eftir greiningu þá er ekki þar með sagt að það sé sami munur eða bið eftir þjónustu inn í bekkinn sem það sem skiptir máli. Jafnvel getur forgangsröðun þar sem lögð áherslu á þjónustu inn í bekkinn strax frekar en áherslu á greiningu sem slíka þýtt það að biðtími eftir þjónustu inn í bekk styttist. En þetta er sem að vera að taka út og það er alls ekkert útilokað að það sé of lítið fé sett í stuðning við börn í Breiðholti og meira í öðrum hverfum. Ég held að það sé einfaldlega ekki alveg hægt að fullyrða það miðað við þessar tölur bið eftir greiningu vegna þess að það fór af stað tilraunaverkefni með mismunandi aðferðafræði út frá hagsmunum barnanna. Og ég held að það sé bara mjög gott að það sé verið að taka út reynsluna þess og við förum bara yfir það algjörlega fordómalaust á báða kanta með hagsmuni barnanna í huga. En við erum að ræða skýrslu umboðsmanns borgarbúa og þetta er eitt af þeim verkefnum sem einfaldlega lestur skýrslunar leiðir til umræðu og þannig á það einfaldlega að vera. Og það er styrkur
að mínu mati fyrir borgarkerfið að hafa fengið þetta embætti til þess að benda á hluti sem leiða til umræðu og síðan úrbóta og ég tek þess svona undir þá tillögu sem hér liggur fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek undir það sem margir hafa sagt hérna og til rétt að framlengja þetta verkefni umboðsmann borgarbúa en vil nota tækifærið að því að ég formaður umhverfis- og skipulagsráðs og það eins og öll önnur ráð að það aðeins fjallað það hér og ég ætlaði kannski aðeins svona að vita hvort ég get tekið aðeins upp þráðin sem að kannski margir hafa verið með og sérstaklega borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir og það svona með kerfið og okkur pólitísku fulltrúana og ég held að sjálf rétt að við erum hluti af ákveðnu kerfi og þetta reyndar lýðræðiskerfi þannig að fulltrúar lýðræðiskerfi sem er örugglega besta kerfið sem hefur verið fundið upp svona í sögu mannkynsins það hvernig það stjórna hlutunum. Það alls kyns önnur kerfi hafa verið prófuð. En í þessu þetta svona falin ákveðin hætta að sem sagt bæði embættismenn en líka pólitíski fulltrúar þeir fari sem sagt að verja kerfið í stað þess að geta hagsmuna þeirra sem að hagsmuna borgarbúa. Og svona mér finnst ég alveg hafa svona skynjað það á þessum 4 árum sem að ég hef starfað á borgarmálunum að þessi hætta til staðar og en að því að það aldrei neitt einfalt sko þá eru líka 2 hliðar á því máli að því að við erum oft kannski að verja kerfi sem að gengur út á það að geta jafnræðis meðal borgarbúana. Það eitt skuli yfir alla ganga og það verða kannski sumir rosalega reiðir yfir því að því að þeim finnst einhvern veginn að þeir eigi að fá ákveðna afgreiðslu. Þannig að það þarf svo sannarlega ekki að vera alls slæmt að standa vörð kerfi sem hefur þetta markmið og þetta ætti nú að vera meginmarkmið. En það nefnt hér í áfangaskýrslunni og þess vegna vildi ég fá tækifæri til að ræða það eins að mál varða umhverfis- og skipulagssvið eru 108 talsins. Ég veit ekki hvort að það svona hlutfallslega mikið eða lítið í sjálfu sér. En það líka þar með eru talin mál sem að varða heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur af þeim eru 35 í vinnslu, 69 málum hefur verið lokið, 4 mál eru í bið og það kemur hérna fram að það beri mest á kvörtunum sem sagt langan málsmeðferðartíma. Það kom fram hérna í máli borgarfulltrúans Júlíusar Vífils Ingvarssonar að einhver fekk ekki skriflegt svar við erindi sínu þrátt fyrir ítrekanir í 1221 dag sem náttúrulega alveg út í hött og það ekkert annað það að segja en að við munum auðvitað ræða þetta við okkar starfsmenn í okkar ráði en alla jafna held ég að það sé nú unnið mjög gott og mjög mikið starf oft undir miklu álagi á tiltölulega fámennu sviði mjög færs fagfólks á umhverfis- og skipulagssviði og við ofta ástæða því. Það kemur líka ljós að embættinu hafi gengið fremur illa að fá þar að embætti umboðsmanns hafi gengið fremur illa að fá svör við sínum erindum sem svona næstum því kaldhæðnislegt og ekki næstum því en það eftir samráð við sviðsstjóra og fleiri að þá var verklagi bætt og það var síðan gert þannig að það bætti það sem sagt batnaði mjög og komst í eðlilegt horf og svo það eiginlega þriðji liður sem kannski þetta sem ég kom inn á áðan og það talað og nota svolítið dramatískt orðalag að það hafi borist nokkrar ábendingar það að það hafi myndast gjá milli umhverfis- og skipulagsráðs annars vegar og starfsmanna sviðsins hins vegar. Nú vitna ég með leyfi forseta, ég var að gera það sem sé, þetta var bein tilvitnun.
Og ef ég má halda áfram að vitna að þá segir hér, þannig hafi viðkomandi aðilar hafi samstarf tilgreindar framkvæmdir við starfsmenn sviðsins og fylgt í einu og öllu ráðleggingum og fyrirmælum starfsmanna sem hafi leitt af sér tillögur sem ekki hafi lotið náð fyrir ráðinu án þess að fyrir lagi þau sjónarmiði sem ráðið byggir á. Það sem ég vildi segja þetta, af því þetta svona kannski pingulítið óljóst, nákvæmlega hvað við átt, þetta svona upplifun sko, og ég vil svo sannlega ekki gera lítið úr því að þetta lítið úr þessari upplifun, en ein skýring sem við dettur í hug einfaldlega svo að nú erum við að sem sagt skipta svolítið gír í umhverfis- og skipulagsmálum. Við höfum verið í undanfarin 4 ár að vinna að nýju aðalskipulagi sem felur í sig mjög breyttar áherslur. Breyttar áherslur hvað varðar bíla umferð á götunum, breyttar áherslur hvað varðar bílastæði, breyttar áherslur hvað varðar byggingarmagn til dæmis í miðbænum og annars staðar, breyttar áherslur hvað varðar hönnun gatna og svo mætti lengi telja. Og ég og aðalskipulagið einmitt sem sagt, þar þetta mjög skýrt og ég tel reyndar, það ekkert alveg víst, ég hef alveg rétt fyrir mér, en ég tel reyndar að umhverfis- og skipulagsráð hafi verið að mörgu leyti mjög konsekvent í sinni afgreiðslu og það getur vel verið að þá hafa orðið ákveðinn árekstur vegna þess að þeir sem voru að sækjast eftir breytingum á deiliskipulagi eða gera nýtt deiliskipulagi eitthvað slíkt að þeir hafi í rauninni verið að vinna eftir gamalli stefnu en ekki alveg átta sig á því að þeir voru komnir inn í nýtt tímabil. Og við slíkar aðstæður þegar það verið að svolítið að breyta stefnu, að breyta kerfi, þá er ekkert óeðlilegt að embættismenn séu svona frekar íhaldsamir og aðhaldsamir í sínum ákvörðunum og vilji binda sig við það sem að eins og hlutirnir hafa verið meðan það væntanlega hlutverk okkar stjórnmálamanna, allavega ef við viljum vera umbóta stjórnmálamenn, að breyta einmitt gír og toga þetta í ákveðna átt sem við þá væntanlega talað í aðdraganda kosninga og hugsanlega hlotið ágætt útkomu í kosningum einmitt út af þá stefnu, þannig að það ekki verið að koma aftan að neinum. Þannig að þarna kannski verið að nefna með að tala þessa gjá, það svona ein skýring, örugglega eru fleiri skýringar. Það mætti kannski líka tala núning og í rauninni held ég að það sé ekkit óeðlilegt við það að það geti verið ákveðinn núningur milli pólitískra fulltrúa í pólitísku ráði og embættismanna. Ég held að sé reynda mjög eðlilegt að það sé það og það þarf ekki að vera alvarlegt en auðvitað er það vont ef að borgarbúum finnst það bitna á sér. Og það á ekki að vera þannig en þegar svona breytingar eiga sér stað þá verða kannski margir hlutir aðeins óljósir í einhvern smá tíma því líkur. Ég vil nefna það líka að mínu viti þessi málflokkur þannig að þegar verið að gera nýtt deiliskipulega breytingar og deiliskipulagi þá það býsna mikið mál og býsna flókið mál og það kannski ein ástæðan fyrir því að ýmsir kvarta, hvað þetta tekur langan tíma, en það nú meðal annars gert til þess að allir þeir sem eiga hagsmuna gæta, allir sem búa í nágrunnu og borgarbúar yfirleitt geti komið sínar athugasemdir, sína gagnrýni. Svo erum við líka með fyrirkomulag fyrirspurna, allir hafa rétt á að kæra, þá má skjóta málunum aftur þá má skjóta málum til ráðsins sem embættismenn hafa svarað á eitthvað tiltekinn hátt og umsækjendur ekki sáttu við það. Þannig að það eru mjög margir varnaglar, mjög margir ventlar, mjög margar leiðir til þess að koma sínum málum áfram í kerfinu sem má segja. Og ég get svona bara nefnt sem dæmi, bara svona til þess að þið ágætu borgarfulltrúar og þeir sem hlusta fái smá innsýn að það hefur tekið alveg ótrúlega mikinn tíma og orku ráðsins og það alveg að spyrja sig hvort það sé fullkomlega eðlilegt
að fjalla umsókn það að byggja lítið bíslag við lítið timburhús hérna vestur í bæ. Það alveg ótrúlega tími sem við ferðum í það. Og það stafa meðal annars út af rétti nágranna til þess að vera með kærur, til þess að vera með málskot og svo framvegis. Það ágætur réttur en það ein skýring til dæmis á því á hverju það mál hefur tafist gríðarlega mikið. Og þarna held ég að hverfisskipulagið vegna þess í þeirri undarlegu umræðu og afbökuðu umræðu sem að fór á stað kortir í kosningar síðast að þá var látið í það skína og fullum fetum að hverfisskipulagið fæli í sér einhver eigna upptöku meðan það náttúrulega fullkomið bull. Það fól akkúrat í sér heimildir fyrir þá sem eiga hús og lóðir. En hverfisskipulagið og þá kannski var það svolítið okkar sök sem stóðum að þessu að kynna það ekki nógu vel og það var ástæðan fyrir því að borgarráð í rauninni vísaði þessu aftur til umhverfis- og skipulagsráðs að einn stærsti kostur hverfisskipulagið einmitt að það einfaldar þetta flókna fyrirkomulagi eins og það núna. Þannig að litlar breytingar svo eitt bíslag í tilteknu hverfi þarf ekki að taka marga mánuði jafnvel ár. Því að leiðirnar verður miklu einfaldari til þess að taka ákvörðun það vegna þess að þá skoðað meira hverfið í heild sinni. Samrýmist þetta þessu gamla hverfi í heild sinni, þessum gömlu timburhúsum að byggja bíslög, hefur það verið gert áður? Jú, væntanlega þessu tilviki væri svarið það að það er alvanalegt síðan örugglega 1850 að byggja bíslögu hús. Þannig að ég held að með hverfisskipulaginu að þá munum við fá mikilvægt tæki til þess að ráða bót á nokkrum þeim annmörkum sem er getið í frábæri áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir. Virðulegi borgarfulltrúar, borgarstjóri. Til umræðu skýrsla umboðsmanns borgarbúa og hér hafa margir ágætir borgarfulltrúar komið upp og þeir borgarfulltrúar sem eru í forsvari fyrir sín fyrir ráð komið hérna með fínar skýringar og útskýringar á því hvernig á þessu öllu stendur að sérstaklega nýtt í eða svona mjög mikið nýtt í störf velferðarráðs og umhverfis- og skipulagsráðs þessari skýrslu. Við í Framsókn og flugvellinum fögnum sérstaklega þessari skýrslu að hún sé komin fram og það nú einu sinni svo að við þurfum kannski ekki að fara alveg að límingunum þó að sé mjög mikið sem nýtt í. Þetta fyrsta skýrslan sem þetta embætti að skila og þetta frábært vinnutæki einmitt eins og fulltrúi Skúli Helgason og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hafa komið inn á hvernig þau vilja nota þessar athugasemdir sem koma fram í skýrslunni til þess að bæta það starf sem að verið að vinna inn í stjórnsýslunni. Það raunverulega markmið svona skýrslu og það líklegast og vonandi miklu meiri núna heldur en að verður annaðhvort að ári eða 18 mánuði liðnu. En ég get ekki farið fram hjá því að kafa örlítið út í lagalega uppbyggingu á þessu embætti. Og það var mjög gott innleggi sem borgarstjóri kom með áðan þegar hann talaði skörun. Það að segja skörun á milli embættis umboðsmanns Alþingis og embætti umboðsmanns borgarbúa og tekið vera heilshugar undir það sem hann sagði hvað það varðar. En það annað sem sem skarast líka og við verðum að horfa á og það til þess, nú veit ég ekki, ég
tók nú eftir þegar borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir var að vísa í ákveðna blaðsíðunni sinni skýrsla, ég var ekki með þá blaðsíðu, þannig að getur verið að sé einhver mismunandi útprentanir eða eintök, en allavega blaðsíðu blaðsíðu 13 í eintakinu hjá mér, að þá stendur með leyfi forseta: á mannréttindaskrifstofu ekki starfandi lögfræðingur og því hefur verið ákveðinn stuðningur í því fyrir starfsemi skrifstofuna geta leitað til umboðsmanns borgarbúa eftir lögfræðilegu ráðgjöf, tilvitnun lýkur. Þetta skörun sem við verðum að gæta eigi sér ekki stað. Það alveg eðlilegt að umboðsmaður borgarbúa komi á fundi með sviðum og nefndum og ráðum til þess að fjalla hvernig hlutirnir mega betur fara. En það algjörlega óásættanlegt og óafsakanlegt að umboðsmaður borgarbúa sé að koma inn á ákveðið svið með lögfræðilega ráðgjöf. Það veldur því að þegar ákvörðun tekin á því sviði, að þá hann vanhæfur til þess að fjalla málið þegar það kemur þá mögulega til hans. Það ekki sem skýtur loku fyrir það, jafnvel þó að umboðsmaður borgarbúa komi að ákvarðanatöku og hún sé þá ég gef mér það lögformlega mun réttari, þá getur samt sem að vera ágreiningur málið. Og í hvaða stöðu erum við þá? Þá erum við dálítið búin að rýra trúverðugleika embættisins. Og þannig að ég vil bara út frá þessar umræðum skörun, og ef þetta eina sem ég rakreindar augun í, það varðandi þetta svið, það getur samt verið að sé annað þó að standi ekki í skýrslunni. En ég ætla að vona að borgarfulltrúi inni meti þann velvilja að benda á þetta. Því að þetta sannarlega gæti orðið til þess að álitshnekkir kæmu á þetta annars mjög góða embætti. Ég kem nú örugglega til með að spyrja það einhverjum öðrum stöðum hvort að hvernig þá innri leigu eða greiðslu sé háttað fyrir þessa starfsemi sem þarna unnin fyrir þetta ákveðna svið. En síðan það þannig að allir borgarfulltrúar sem hafa komið og talað fyrir, bæði með og á móti, hafa talað þunga málsmeðferð, mikinn fjölda mála. Og það alveg rétt. Ég vil kannski horfa á það þannig að þetta sé ákveðnu leyti uppsafnaði vandi, en þó þróunin í flestum úrskurðarnefndum og embættum, líka embættis umboðsmanns Alþingis, að það hefur alltaf orðið aukning frá ári til árs í því í málafjölda sem þar kemur inn. En í samþykktum umboðsmanns borgarbúa í 5. grein skilgreind verkefni. Það skilgreind nákvæmlega í 3 liðum það þau grundvallarverkefni umboðsmanns borgarbúa sem honum ber að veita. Og það mjög vel. En aftur á móti að þá virðist umboðsmaður embætti vera að fara aðeins út fyrir þetta verksvið sitt. Í fyrsta lagi með því eins og ég nefndi áðan varðandi skörunar að veita einhvers konar lögfræðilega ráðgjöf inn í eitt svið borgarinnar. En hins vegar þá stendur á blaðsíðu 16, miðja blaðsíðu með leyfi forseta: þá hefur embættið aðstoðað borgarbúa við að óska eftir endurupptöku mála og aðstoðað við að útbúa kæru til sjálfstæðra stjórnsýslunefnda, svo sem úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og úrskurðarnefndar upplýsingamál, tilvitnun lýkur. Þetta ekki eitt af þeim hlutverkum sem umboðsmanni borgarbúa falin samkvæmt 5. grein. Þannig að samkvæmt minni reynslu þá veit ég að endurupptökubeiðnir og aðstoð við að útbúa kærur innan stjórnsýslunnar engu minni heldur en oft á tíðum heldur en stefnugerð fyrir dómstólum. Þannig að þetta gríðarlega mikil vinna öllu jöfnu sem fer í þetta. Og þetta ekki hlutverk umboðsmanns borgarbúa eins og það skilgreint samkvæmt samþykktunum. Og þess vegna tel ég og teljum við í Framsókn og flugvallavinum að það sé hægt að auka málshraðann í þessu embætti, það sé hægt að gera það skilvirkara með því að verkefnin samkvæmt 5. greininni séu betur skilgreind.
Ég ætla að áskilja mér rétt til bókunar, herra forseti, sem ég ætla að lesa upp sem sagt núna. Framsókn og flugvallavinni fagna stofnun embættis umboðsmanns borgarbúa. Af skýrslunni má ljóst vera mikil brotaleg á sér stað í stjórnkerfi borgarinnar, hvernig upplýsingagjöf til borgarbúa, starfsmanna borgarinnar og kjörinna fulltrúa er háttað. Upplýsa þarf borgarbúa tilvist embættisins og koma ábendingum hans með reglubundum hætti á framfæri við borgarbúa, starfsmenn og kjörna fulltrúa. En við munum samþykkja þá tillögu sem liggur frammi með ásamt því að gera grein fyrir afstöðu okkar sem verður með þeim hætti að Framsókn og flugvellinni samþykkja tillögu framlengingu með þeim fyrirvara verkefnin samkvæmt 5. grein samþykktar umboðsmann borgarbúa verði skilgreint nákvæmar en skýrsla umboðsmanns borgarbúa ber með sér að verkefni sem hann sinnir séu víðtækari en 5. grein kveður á. Þannig ég vil byrja borgarfulltrúa að skoða þetta vel. Við erum að fara inn í fjárhagsárið, fara í fjárhagsáætlanir og skoða hvar það er sem við getum sýnt aðhald í rekstri og þetta er klárlega einn af þeim punktum sem við þurfum að huga að. Þjónustan á að vera til staðar, skilvirknin verður að vera betri og með því verður við að skilgreina betur það verksvið sem að umboðsmaður borgarbúa hefur með höndum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Einnig lokið við það að gera grein fyrir bókun Framsóknarflokksins og flugvallavina en þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir ýmislegt sem kom fram í ræðu borgarfulltrúans varðandi skörun og annað sem eru atriði sem þarf sannarlega huga að þegar við erum með embætti eins og þetta á fyrstu metrunum. Vildi einungis hnykkja á því að í starfslýsingu umboðsmanns borgarbúa frá upphafi var gert ráð fyrir ákveðnu hlutverki gagnvart mannréttindaskrifstofunni sem er raun lögfræðilegt leiðbeiningarhlutverk á sviði mannréttindamála. Það hefur kannski reynst minna heldur en búist var við í upphafi en sjálfsagt að fara yfir það eins og annað en ég held í muni það rétt að þetta var beinlínis inn í upplegginu upphafi og starfslýsingunni í auglýsingunni þegar á sínum tíma en ég vil síðan bara ítreka þakkir fyrir þá breiðu samstöðu sem þetta verkefni og þetta embætti og það verklag sem hér er verið að leggja til. Meirihluti mun fallast á þessa breytingatillögu sem fram er komin ef að hún getur leitt til þess að það verði einróma samstaða tillöguna. Enda varðar hún kannski ekki efni máls, heldur þið ennþá opnara og ef einhver vill fara í umræðinu máli þannig að þá er það algjörlega sársaukalaust á okkar hálfu. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar og þá er næstur á mælendaskrá og síðastur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég ætla að lýsa yfir ánægju minni með þessa skýrslu og tilvist embættis umboðsmanns borgarbúa og styð það eindregið að verkefnið verði framlengt og samhliða því verði forsætisnefnd falið að skilgreina embættið og festa það í sessi. Ég vil líka þakka þeim sem hafa tjáð sig fyrir innlegg sitt. Þetta er vissulega ítarleg skýrsla og margt sem kemur þar fram sem er gott að fara yfir og ræða og það er líka nauðsynlegt auðvitað að allir dragi þennan lærdóm af þessu sem að eftir því sem við á að ábendingar einstaka svið verði tekin þar fyrir og tekin aflarlega. Og hér hefur líka komið fram að eftir því sem ég hef heyrt meðal annars frá borgarfulltrúunum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur að þetta kallar ákveðnar stjórnsýslubreytingar og það er ákveðnir kerfislægi vandamál hvað varðar upplýsingaflæði og gagnsæi sem að maður svo sem vissi af og hefur heyrt af og það hefur líka komið oft fram í ræðu borgarfulltrúa hér að þetta eru hlutir sem að hefur verið vitað af og hefur verið talað hér og þar en það sem er gott við að fá þetta svona fram í svona heildstæðri skýrslu er að þetta er hjá aðila sem að treyst til þess að fara yfir þetta hlutlausan og faglegan hátt og
með yfirsýn og þetta er gert opinbert, þetta er rætt núna opinberlega. Almenningur getur kynnt sér þetta og þá sem að þýðir að við erum öll á nokkurn veginn sama stað hvað þetta varðar, hver staðan er og hvert þarf að fara. Og svo má heldur ekki gleyma því að þessi skýrsla og þessar ábendingar er ekki eina afurðin af starfsemi umboðsmanns borgarbúa, heldur hefur fólk fengið úrlausn sinna mála sem að hugsanlega hefði ekki fengið þannig ella. Þannig að í stuttu máli þá er ég ánægður með þessa skýrslu og vonast til þess að almenningur kynni sér hana vel og þetta verði til þess að skerpa á samtali okkar fulltrúa við almenning og við stjórnsýsluna og leiði til varanlegra umbóta. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að taka til máls og loka þessari umræðu. Takk. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef svo sem ekki miklu við þetta bæta. Hér hefur verið ágætis umræða þessa skýrslu sem er frábær og það er greinilegt að það er margt sem við getum notfært okkur úr þessari skýrslu. Það er gott að hér hafa formenn ráða komið og tekið því alvarlega sem að til þeirra sviða var beint og við munum að sjálfsögðu halda áfram að vinna með það niðurstöðu sem að þarna koma fram. Best finnst mér þó að hér sé að skapast þverpólitísk sátt áframhaldandi starfrækslu embættisins vegna þess að það voru ekkert allir á eitt sáttir eins og ég eru komið fram í upphafi. Embættið hefur sannað sig. Við eigum eftir að útfæra ýmsa þætti betur og við munum gera það bara í sátt og samlyndi vona ég og vonandi komumst við að niðurstöðu sem allir geta fellt sig við, ekki síst umboðsmaðurinn sjálfur og borgarbúar sem fyrst og fremst þurfa að hafa tiltrú til þessa embættis. Ég hlakka til þeirrar vinnu og finnst gott að við séum að fara að samþykkja þetta hér einróma eins og mér sýnist á ræðum borgarfulltrúa allt stefni í. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls og ég bið tillöguna upp. Við tökum þá fyrir breytingatillögu Sjálfstæðisflokksins, óska borgarfulltrúar eftir því að forsetinn lesi hann upp. Hún er efnislega eins og í staðinn, setningin í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar dettur út og enda svo og gera tillögu að endanlegri staðsetningu með vísan til umfjöllunar í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa. Allir með á nótunum og sáttir? Þá ber ég tillöguna upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja breytingatillögu Sjálfstæðisflokksins gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Og þá göngum við að öðrum dagskrárlið þessara fundar.